Já, góðir fundargestir. Ég ætla í mínu erindi að fara hans yfir stórt verkefni á Mógilsá sem við köllum landskógarúttekt, sem þá bein þýðing á enska heitinu National Forest Inventory og það í mínu verkarhing að stýra því verkefni. Ég ætla að nota dálítið púður á að segja frá hvernig upplýsingum var safnað skóga fyrr á tímum á síðustu öld og hvernig þær voru birtar. Það gefa okkur svo dálítið innsýn í hvernig menn voru að vinna með þau gögn sem við söfnum núna með landskógarúttekt. Og síðan ætla ég að eyða smá tíma í að fjalla það sem hvert við erum komnir í dag með þetta verkefni og síðan örlitlar hugleiðingar og segja ykkur aðeins frá því hvað að gerast með nýrri stofnun, skógræktinni. Það verða töluverðar breytingar á landskógarúttekt með nýrri stofnun og að lokum ætla ég svona að horfa aðeins í spákúluna og spila smá framtíðarmúsík, hvaða nýju verkfæri við getum tekið inn í landskógarúttekt til þess að auka nákvæmni og gæði okkar gagna. Aðeins smá svona prinsipið, hvað við erum eiginlega eiga við í landskógarúttekt og þá þurfum við aðeins að rifja upp skógmælingafræðin að það sem við erum að eiga við, það að fyrsta lagi að meta á einhverja flatareiningu, eitthvað magn. Það getur verið bolviður, lífmassi, kolefni eða þá einhvers konar eiginleikar. Getur verið lífmannleiki trjáa, tegundasamsetning og svo framvegis. Síðan erum við líka að skoða breytingar á þessu magni á tímabili og það gerum við með því að endurtaka mælingar á mæliflötum og þá erum við til dæmis að mæla vöxt og fleiri þætti sem breytast með tímanum. Allt þetta samt sett í því stóra samhengi með því að vita flatamálið á fyrirbærinu sem við erum að eiga við og það í okkar tilfelli það skógurinn. Þannig að eiginlega kortlagning á skóginum jafn mikilvæg stærð í þessu samhengi eins og mælingarnar á mæliflötum. Þó get ég sagt það að með því kerfi sem við notum við mælingar á mæliflötum sem svokallað kerfislegt úrtak, þá getum við metið stærð á flatamáli með því móti en það alltaf miklu betra að hafa góð skógarkort. Þannig að stóra breytan í þessu auðvitað þessi jafna sem birt þarna með rauðu, það þá að við erum með flatamál á skóginum sinnum magn á flatareiningu, það gefur okkur eitthvað heildarmagn og þetta getur líka átt við sem sagt eiginleika og þá það hlutfall eiginleika sem reiknaður út. Aðeins söguna, það alltaf gaman að rifja upp söguna. Aðalsteinn var að rifja upp rannsóknarsöguna áðan. Ég ætla aðeins að rifja upp sögu kortlagningar skóga og mælinga á skógum og í upphafi síðustu aldar þá hefstu skógrækt hér á landi, skipulagt skógrækt. Menn voru þá í upphafi kannski aldrei uppteknir af því að reyna að átta sig á hver útbreiðsla skóga var við landnám. Það var þetta mjög lítið eftir að skógi þessum tíma en þessi menn þeir kunnu skógfræði alveg eins vel og við í dag og þeir hófust að skógmælingar á vöglum, sem sagt mælingar á vextinum og viðarmagni í skógum og ekki leið á löngu þar til Kúfúð sem var skógræktarstjóri svo var falið það verkefni að útbúa kort af Vaglaskógi og Hallandsstaðaskógi og þarna sem sagt ljósitt af þessu korti Kúfúðs og þetta voru svo kölluð krókíkort og þegar ég var að læra skógfræði þá þurfti ég að búa til svona kort líka á þennan hátt eins og þeir gerðu fyrir 100 árum síðan. Síðan ætla ég að venda kvæði mínu kross og fara yfir á tímabil Hákons Bjarnasonar sem skógræktarstjóra og ef maður skoðar aðeins
það sem var birt á þessum tíma, þá verður maður strax var við það að Hákon hafa mjög umhugað það að birta upplýsingar skógræktarumsvið og hafa yfirsýn yfir hvað hann væri með mikið flatamál, hvað væri mikið flatamál girt, hvað væri mikið friðað af birkiskógi og svo framvegis. Og á þessum tíma erum við þarna komið með þá birkiskóg sem var friðaður 3500 hektarar. Þetta voru þetta Hallormsstaðaskógur, Vaglaskógur og svo Þórsmörk og Goðaland. Síðan var friðað skóglaust land óskaplega lítið. Þetta voru 99 hektarar sem var dreift og 36 svæði. Á þessum tímum var það, og það var það lengi á þessari öld, að land til skógræktar, skóglaust land til skógræktar, það var bara ekki falt. Menn vildu nýta hverja þúfu til beitar eða til þeirra landnýtingar sem þá var í gangi. Hákon birtir aftur svona yfirlit 20 árum seinna. Þá búið að friða þarna 31.400 hektarar lands og það var auðvitað að taka það fram að þarna var verið að friða stór svæði eins og til dæmis í Þjórsárdal, 12.000 hektarar í Þjórsárdal af eyðimörk eiginlega og þetta landi ekki skógi vaxið enn þann dag í dag, hluta af þessu landi. Skógræktar ríkisins var með 41 svæði og skógræktarfélögin voru komið með hvorki meira né minna en 358 svæði. Þarna var eiginlega komin á stað svona vísir að bændaskógrækt. Þá skógræktarfélögunum tókst að virkja bændur til þess að friða litla snepla í sínu landi og þarna voru þá skógarbændur þess tíma byrjaðir að gróðursetja svona hálfgerðar tilraunir í sín lönd. Þetta voru litlar girðingar og þetta voru svona hálfgerðar tilraunir, en Skógrækt ríkisins var með stærri svæði. Þetta er skýrsla sem gefin út 1966, þetta yfirlit, ágætis yfirlit, en þarna á loku starfstíma Hákonar þá síðan birt þá fyrsta birkiskógarúttektin á Íslandi og þá kemur í ljós að birkiskógar þekja 125.000 hektarar á Íslandi, það er rúmlega 1%. Það sem hafði gerst líka á þessum tíma var það, og það kom líka fram í þessari skýrslu frá 66, að gróðursetningar voru 100.000 plöntur á ári 1946 voru komnar í milljón 1966. Þannig að það hafi unnist mjög mikill árangur. En ef maður skoðar þessi gögn þá er sama vandamál í gangi að vanta skóglaust land til skógræktar. Síðan kemur 1986, þá kemur út skýrsla sem ofta eru kölluð landnýtingarskýrsla og þá í fyrsta skipti birt kort af birkiskógum Íslands. Þetta í fyrsta sinn sem birt sérstakt kort sem sýnir útbreiðslu birkiskóga á Íslandi. Og það var birt í sama mælikvarða kort af girðingu Skógræktar ríkisins og þá voru friðuð skógræktarsvæðið orðin 41.000 hektarar, það bæst töluvert við. En þetta er gaman frá því að segja að það var sérstök nefnd sem stóð að gera þessari skýrslu og því við vorum að tala hérna kynjakvóta og því líkt, þá langar mér að sýna ykkur hverju voru í þessari nefnd. Þarna var auðvitað ekki nein kona á þessum tíma. Þetta voru allt mætir menn sem þarna voru það sem aður. Hvað gerir svo? Jú, á þessum tíma er nytjaskógrækt og bújörðum byrjuð og einmitt ef við bökkum hérna aðeins, þá var þarna árið 1986 í fyrsta skipti birt flatamál fyrir skóga á einkalandi. Það voru það bil 1000 hektar og það voru þá aðalega þá skógrækt í einkalandi í Fljótsdalsáætlun, en það var líka byrjuð bændaskógrækt í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum og örlítið á Suðurlandi líka. En svona staðan rétt fyrir aldamótin er þessi.
Það stóraukin ný skógrækt sem byrjuð út allt land. Þetta þá aðalega bændaskógrækt og þetta líka landgræðsluskógrækt. Það fór mikið púður í ræktunaráætlanir á þessum tíma. Við vorum að reyna að gera ræktunaráætlanir til þess að við gætum staðið vel að þeirri skógrækt sem var í gangi. Og það má eiginlega segja það að við vissum ekki flatarmál ræktar og skóga á Íslandi og við vissum að birkiskógaupplýsingarnar voru farnar að úreldast. Við vorum ekki með neinar mælingar þar sem við höfum farið og mælt hvað mikið viðamagn og mikill viðavöxtur í þessum skógum og við gátum ekki gert okkur neina hugalönd það. En það sem gerist þarna á þessu tímabili að Kýótó-bókin verður að raunveruleika 2005 þegar hún endanlega samþykkt sem alþjóðasamningur, þegar Rússar ganga inn í þegar Rússar samþykkja samninginn og þegar það komið í gegn þá að víst að það þarf að safna gögnum bæði flatarmál og kolefnisbreytingar í skógunum til þess að fá þá bindingu viðurkenna. En þá þegar var Skógrækt ríkisins búinn að ákveða að fara í landsskógrækt og ég verð að bara hrósa yfirmönnum Skógræktar ríkisins á þessum tíma fyrir að taka af skarið og snemma og hefja undirbúning af þessari vinnu því að þá gafst okkur tími til þess að standa vel að þessum málum og það hrós sem við erum að fá núna þessa stundina fyrir landsskógarúttekt, það því að þakka að við hófum þessa vinnu með snemma. Við biðum ekki eftir biðum ekki eftir því að Kýótó-bókin yrði að raunveruleika, heldur var farið strax í þessa vinnu. Og við verum sem sagt á þessu sama ári og Kýótó-bókunin er samþykkt alþjóðlega, þá erum við að hefja landsskógarúttektina sem þá vettvangsvinnan við landsskógarúttektina. Og staðan í dag, hún þessi, við erum búin að vera í þessu 12 ár. Við erum að mæla mælifleti í ræktuðum skógum í 3. sinn, sem sagt við erum bara að mæla suma skóga 3 sinnum. Ég fann að þekkja trén, ég get klappað þeim, já þú ert orðinn svona stórvinur. Og í birkinu erum við að mæla í 2. sinn, það 10 ára á milli mælifleti þar. Hvað stendur á miðanum? 5 mínútur, já, ok. Endurkortling náttúrulega birkiskóga og birkikers lokið, það var mikið átak en það tókst og við byggjum sem sagt flatarmálræktar og skóga á landsskógarúttektinni og kolefnisbindingu og losun trjágróðri, hún byggir á þessari landsskógarúttekt og viðarmagn og viðarvöxtur sem við erum að birta í alþjóðlegum skýrslum, það líka byggt á þessari landsskógarúttekt, þannig að þessi landsskógarúttekt orðin grunnurinn að mjög mikið af upplýsingum sem við erum að búa til skóga á Íslandi. Síðan erum við líka að nota þessar landsskógarúttekt til þess að gera spá fyrir kolefnisbindingu og viðarframleiðslu íslenskum skóga. Og hér bara kort sem sýnir útbreiðslu skóga á Íslandi. Þið sjáu þarna að ræktaður skógur talin vera 49.500 hektarar, það kortlagða flatarmálið. Það sem við reiknum út með mæliflötunum 42.000 hektarar. Það dálítið munur þarna á og það eitthvað sem við þurfum að díla við. Við þurfum að laga þetta kort og Björn Traustason sem sér gísmál hjá Skógræktinni, hann alla stundir að betur bæta þetta kort á hverju einasta ári. Svo það alltaf verða betra og betra. Rauðu svæðin eru ræktaðir skógar, grænu svæðin eru náttúrulegir birkiskógar og kjarr. Og hér þá bara punktasvermurinn sem við erum að mæla. Þetta eru það bil 1100 mælifletir og svona til samanburðar ef við berum okkur saman við aðra svona stóra úttekt sem að vera að kynna núna bara á föstudaginn var. Og þá voru þeir með 1200 mælifleti hjá Náttúrufræðistofnun Íslands sem að þeir skoðuðu. Við erum að skoða þarna 1100 mælifleti. Þannig að þetta stórt og viðamikið verkefni. Rauðir flekkir eru þá birkiskógarnir og svartir eru mælifletir í ræktuðum skógum. Við höfum notað þessi gögn til að búa til spár og þessi spá birtist í svokallagri Brynhildarskýrslu framtíð kolefnis losunar á Íslandi eða hvaða aðgerðir þetta fara í og þar voru við beðnir að gera 4 sviðsmyndir. Einu sviðsmyndin, þarna fjólublá línan fjórföldun á Skógrækt eins og hún í dag, en rauða línan þá
þá að við höldum áfram að gróðursetja 3,2 milljónir plantna hverju ári. Og við sjáum það að við erum þá, ef við höldum áfram að gera það sem við gerum í dag, þá erum við að binda það bil 400.000 tonna CO2 að meðaltali á ári út öldina. Og þetta kemst í svona jafnvægi þarna, af því þarna í fyrsta skipti komið inn í spána, sem sagt grisjan á lokahögg, og það hefur þetta þau áhrif að það næst eitthvað jafnvægi í bindinguna eftir því sem að tímarnir líða. Og það sem við þurfum að hugsa út í þarna, það þessi brotna lína þarna, það þetta CO2 ígildi í bolfið sem feldur, og hvað verður þennan bolfið? Fer hann bara beint í ofnan í eldkeim og brennur þar, eða hann notaður í einhverja varanlegar viðarafurðir? Það skiptir verulegu máli. Og við erum núna í fyrsta sinn í bókhaldi gróðurhúsalofttegunda að telja til viðarafurðir í bókhaldinu. Það þetta óskaplega lítill hluti af viðnum sem við nýtum sem fer í viðarafurðir, sem sagt borð og planka, aðeins 1,3% af því sem við fellum á hverju ári. En þetta verður alltaf meira og meira, og þá skiptir þetta meira og meira máli upp á kolefnisbókhaldi. Það fram í líða stundir. Þetta úr gömlu Brynhildarskýrslunni sem var gerð 2009, og þarna sjáum við að landgræðsla og skógrækt og endurheimt votlendis, þetta alltaf svona svipuðum slóðum hvað varðar kostnað á hvert bundið tonn CO2. En þarna í þessari skýrslu var eiginlega svona slagkraftur skógræktar mun minni heldur en hann núna í nýju skýrslunni. Og við sjáum það þegar við skoðum hérna nýju skýrsluna, þá þessar þrjár aðgerðir svona að stilla sér saman. Og ég vil taka það fram að þarna í sambandi við endurheimt votlendis að þá ekki búið að endurmeta þá tölu frá því sem hún var sett fram, kostnaðinn frá því sem var sett fram í skýrslunni 2009. Svo það verið að nota sömu krónutölu. Ég víst að falla á tíma, þannig að ég ætla svo sem ekki að vera að stoppa mikið, en mér langar aðeins að minnast á hérna bara í lokin að í þessum 9 tímar sem eru komnir upp núna, við erum komin með eina stofnun í skógrækt, og þá ætlum við að samþætta landskógarúttekt og árangursmat á gróðursetningum, og þetta mun gera landskógarúttektina betri, og þetta gerir það líka verkum að við verum að fá inn fleiri starfsmenn skógræktarinnar sem taka þátt í bæði í að safna gögnunum og í að vinna úr þeim. En þetta nýja system sem við erum að leggja af stað með núna, það kallar það á rauntíma kortlæningu gróðursetninga með GPS-tækjum, og það eru kannski einhverju sem eru búin að heyra það núna þegar hér. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengri, og ég bara þakka ykkur fyrir gott hljóð.